Ég ætla í þessum myndböndum að renna yfir uppbygginguna á prófinu sem þið eru að fara í á mánudaginn og útskýra hvað ég á við og hvað á að læra. Og ég byrja á því að fara svona almennt yfir prófið. Prófið er 2 tíma próf, skriflegt próf. Þið megið koma með glósur í prófið, en glósurnar eiga að vera ykkar eigin glósur og handskrifaðar. Þær eiga ekki vera ljósrit, þær eiga ekki vera útprentaðar. Þurfi einhver að koma með glósur öðruvísi heldur en handskrifaðar, þá þarf að tala við mig fyrirfram og fá leyfi til þess. Og það er best að gera það bara með því að senda skilaboð á Facebook. En það verði ekki gefnar margar undantekningar. Gæti verið einhverjar fyrir þá sem eiga erfitt með að skrifa eða hafa fengið leyfi hjá mig til að glósa öðruvísi. En allar glósur sem þið hafi gert og munuð gera megið þið koma með í prófið. Ef þið gerir glósur núna þegar þið lærið fyrir prófið, þá má komið þær líka í viðbót við tímaglósurnar. Glósurnar mega vera myndir og texti og hvað sem þið viljið. Ekki skrifa upp alla textana. Prófið verður samið þannig að það gagnast ykkur ekki neitt að skrifa bara niður allt námsefnið. Þetta eru 10.000, milli 10 og 11.000 orð og að lesa þetta af athygli, það krefst næstu klukkutíma að lesa þetta einu sinni og maður er miklu lengur að skrifa þetta og þið hafið ekkert klukkutíma í prófinu til að vera að lesa ykkur fram og tilbaka og leita að svörum við spurningum. Glósið niður aðalatriðin eftir því sem verður útskýrt nánar í myndböndunum á eftir. Prófið skiptist í 4 hluta eins og stendur hér. Það sem þið læri fyrir er þetta fyrsta námsefni annarinnar, þekking og ályktanir. Þetta er sem sagt námsefnið, efnið úr tímunum, efnið sem þið hafi lært. Og ég mun ekki bara spyrja ykkur staðreyndir eins og hvað hét húk að fyrra nafni eða við hvaða merka stærðfræðing deildi húk, heldur mun ég líka biðja ykkur að draga ályktanir af því sem þið lesið og sýna þar með að þið hafi skilið það sem þið gerðið og lásuð og skrifuðu niður. Svo mun ég spyrja almenna þekkingu. Almenn þekking er eitthvað sem þið getið ekkert undirbúið ykkur undir vegna þess að þetta í raun bara prófar það hvort að þið eru vakandi fyrir umhverfi ykkar, hvort þið eru að taka eftir hlutum. Þarna geti ég spurt hluti eins og bara skónúmer eða hvað þið haldið að 6 ára börn séu há að meðaltali. Ég get spurt heimilistæki og ýmislegt annað. Svo spyr ég vélar og tækni og það er svona tæknilegri útgáfa. Til dæmis get ég spurt DFD-diska eða Facebook eða internetið eða eitthvað svoleiðis. Og loks eru þrautalausnir sem sýna fram á að þið hafið dálítið svona sjálfstæða og frumlega hugsun. Þá legg ég fyrir ykkur einhverja þrautir og þið leysið þær. Almenna þekkingin og vélar og tækni verða krossaspurningar. Og það þarf ekki að svara öllum spurningum, það verður eitthvað val. Til dæmis svaraðu 2 af 3 spurningum á þessari blaðsíðu eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þetta getið ekkert undirbúið. Þrautalausnirnar verða kannski teiknilausnir eða eitthvað svoleiðis. Þetta er útskýrt aðeins betur. Prófið er 110 stig og ég geri mismunandi kröfur til nemenda eftir aldri. Nemandi í 10. bekk fær 10 ef hann fær 100 stig rétt á prófinu. Þannig að hann hefur efni á því að klikka á 10 stigum. Í 9. bekk getur maður að klikka á 20 stigum og samt fengið 10 og í 8. bekk þarf 80 stig. Og allar spurningar getið þið sendt mér í tölvupósti eða á Facebook.